Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudags eftirmiddegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Það fáum við hingað gott fólk til þess að hjálpa okkur að fara yfir fréttir vikunar og skilja samfélagið sem við lögum í. Og hingað er komin góður hópur. Hérna er Hólmar Hólm sem er verkefnastjóri og ritstjóri. Tvöfaldustjóri. Ingimar Karl Helgason, hann er grunnskólakennari og fyrrverandi fréttamaður. Já, hæ. Það fylgir með svona því að menn eru þekktir þeir eru í sjónvarpi. Er það? Með þeir eru í sjónvarpi. Ég hugsaði með mér að það var allavega einhver svona réttlæting að tala fréttir vikunar og vera fyrrverandi fréttamaður. Fyrrverandi fréttamaður. Já. Og hér er Kristín Helga Gunnarsdóttir sem er rithöfundur. Og fyrrverandi fréttamaður. Og fyrrverandi fréttamaður. Það er svolítið langt síðan eða ekki? Nei, ég má ekki spyrja svona. Jú, það er mjög langt. Það var á annar öld. Það var að hinni öld. Já, rétt í lokin, það heit ég. Já, og Björn Halldórsson sem er líka rithöfundur. Já. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, ég veit ekki alveg hvers konar fréttavika þetta er, sko. Það er eitthvað svona stjórnarmyndun í gangi sem að lítið heyri það. Svo er að koma jól. Svo er heimurinn einhvern veginn að farast. Það er ekki alltaf í fréttunum. Er það ekki alltaf í fréttunum? Já, það er náttúrulega ein leið til að líta á að þessi bara linnulaus heimsendur í gangi. Á sama tíma maður upplifir þessa biðstöðu í stjórnarmyndunarviðræðum og slíku. Já. Er biðstaða, mér finnst það sýnast að vera, ég bjóti kenningu bara heima hjá mér í gerði og hugsaði innan fyrir þáttinn, að þær myndi vilja klára þetta fyrir áramót, það sem nú að tala saman, til þess að tryggja það að Bjarni Benediktsson flytti ekki ávarp í sjónvarpinu á gamlárskvöld. Já. En ég held að þessi kenning kannski standst ekki skoðun. Ég hugsa forgangsröðin síðanur, en það er að fara að klára þetta, eða ekki? Það er rífandi gangur í sig, já, mér sýnst það. Aha. Já, og við verðum bara að hafa trú á þeim. Og mér finnst einhvern veginn vera einhver orka í loftinu, við vitum það er búið að tala mikið um það. Það er bakslag í jafnréttisbaráttu og við finnum að bleysirkallarnir sem eru í stjórnarandstöð, þeir eru byrjaðir í stjórnarandstöð, þeir eru einir heima að gera og græja í stjórnaraðinu og eru búnir að bara hóta mjög aggressívri stjórnarandstöðu og það er svona hjólum í stelpunnar einhvern veginn gýr í gangi og ég bara, við verðum bara að standa með þessum stelpum. Já. Skilið búrliklónum er það að segja við stelpunnar. Það sér allavega ekki fyrir sér annan möguleika en að þeir nái endum saman. Já. Það er ekkert bara dú or die. Einhvern veginn, eins og þú nefnir að þeir eru svona, bara setja sig í gýrin fyrir að vera í stjórnarandstöðunni. Bjarni er auðvitað búinn að segja að hann sé ekki tilbúinn að skoða möguleika með samfylkingunni. Og hún er alveg greið með sér stjórnarandstöð og hún er byrjuð. Það er svolítið galið. Við munum eftir þeim hann 2009 til 2013 Sigmundur og Bjarni. Já, og þeir eru kannski ekki Sigmundur núna en hinn eru bara að gera og græja og þetta er svona home alone feelingur inn í stjórnaraði núna að það er bara verið, það er hálfgerða gripdeildir í gangi, það er bara verið að samþykkja hvalveiðar til 5 ára, það er verið að rykka upp núna það er verið að þrýsta á mast að samþykkja eldisfyrirtæki í Seyðisfirði þar sem 75% íbúa er bara alfara móti því. Það er það er svo ótrúlega margt í gangi núna og þeir eru bara allt of uppteknir með að þeir eiga bara að vera húsverðir þarna. Já, Kristín Helga, þú eru átt á því að við erum í stjórnmáli til þess að hafa áhrif. Og ætlast þið til þess að við höfum það ekki eða? Já, mér finnst þessi menn vera með mjög lítið umboð. Já, ég vil taka undir það sko, af því að þeir eru náttúrulega starfstjórn og... Hver er forsætisráðherra? Bjarni Benediktsson. Hver er matvælaráðherra? Ég man það ekki. Bjarni Benediktsson? Já, það er líka. Hver er félagsmálaráðherra? Af því að forsendan fyrir því að mega taka ákvarðanir er svo að hafa umboð sko, þannig að ef þú ert bara starfstjórn, þá er þetta ekki afgreiða hlutinu og ég hugsaði með þetta þó að hvalveiðimálið sé kannski ekki úr þessari viku, að þá er þetta náttúrulega valdníðsla, því að ef að þetta var svona in the bag, eins og Bjarni sagði í fréttunum, að þá hefði hann bara átt að leyfa eftir manni sínum að afgreiða það
til þess að losna við spillingastimpilinn vegna þess að stjórnmálin þurfa að vera þannig að þú sem sagt sért ekki bara traustinsverður, þú þarf líka virðast vera það og þeir virðast það ekki þannig að þú veist, það er kannski ágætt og ef að þessi þessar stjórnarmynduna viðræður ná þeim árangri að þær mynda ríkisstjórn þannig að Viðreisn, Flokkur fólksins og Samfylkingin að þá er kannski góðu fréttirnar því að Sjálfstæðisflokknum er haldið utan við ríkisstjórn þá allan í bili. Það finnst mér óbúslega til mikils unnið í stjórnmálabaráttu á Íslandi eins og staðan er nú. Þú horfir á þær eins og margir horfðu á Biden, hann er ekki Trump og þær eru ekki Bjarni. Ekki beint. Ég ímynda mér að í samanbörnum að þær séu töluvert skárri kostur heldur en sem Biden hann að hinum en ég er engin sérfræðingur í bandarísku stjórnmálum. Mér finnst bara líka einhvern veginn út frá náttúruvendinni þaðan sem ég kem að það sé bara verk að vinna þegar að þessi nýja ríkisstjórn tekur við því það er bara menn er búin að vera uppteknir eins og til dæmis bara daginn fyrir kosningar samþykir Sigurður Ingi bara skipulagi fyrir Suðurhálendi og afhendir það einhverjum 11 sveitarfélögum sem eru 2% af þjóðinni og það á að verða jarisfært bara á Fjallabaki nyrðra og þetta er bara allt klappa og klárt. Samtöl sem er eðlilegt að við tökum þegar nýjir menn með nýtt umboð taka við. Heldur en bara þetta er allt svo skrítið. Maður bara, það eru nýja fréttir á hverjum degi. Man er ekki að fylgjast með. Ég hugsa þetta eins og bara á starfsviði annara stofnana að þá þegar starfandi forstöðumaður á stofnunum þá hefur hann ekki umboð til þess að taka ákvarðanir langt fram í tíman. Og það, manni finnst bara sérkennilegt að það sé þá gert á landsvísu á annan hátt. Þið vitið að Bjarni segir að ég meina það er bara hlutverk ráðherra í starfsstjórn að sinna erindum og það kom erindi sem var óskum hvalveður og ég afgreiddi það samkvæmt lögum og hvað eru þið að töðu við því? Já, en fyrir nokkrum dögum þá fekk hann þau skilaboð frá 70% þjóðarinnar að hún vildi ekki að hann væri þarna. Þannig það var mjög eðlilegt að hann væri bara á inniskónum hann í smá tíma og væri bara ræði kassan. En hann er þarna út af leikreglum lýðræðisins. Og hugmyndin er alltaf hvað er rétt og hvað er rangt samkvæmt lögunum. Og Framsóknarflokkurinn bar hann til valda og ég meina hann er óskoraður leiðtogi stærsta flokksins þangað til fyrir stöttur síðan. En leikreglum lýðræðisins... Svo segir hann alltaf eftir þinginu. Sá þingmaður sem hefur flest atkvæða baka sig. Fyrsti þingmaður Suðvesturskjördæmis. Já. Er það hann núna? Hvernig fór það? Já, hann náði því. Já, það slapp. En þú kan tala um leikreglu lýðræðisins. Ég er búin að hugsa mikið það undanfarið, sérstaklega út af þessum skrýtnu bara ákvörðunum alveg þessum gripdeildum sem ég veist verið í gangi að við þurfum lýðræðislega leikreglur varðandi starfsstjórnir. Það er ekkit regluverk utanum það. Þannig að það er svo forsetinn, hann bara semur þetta sjálfur. Já, leikja fingrum fram. Björn, þú ekki búin að búa mikið í Bandaríkjunum? Jú, ég var þar, ég flutti til Bandaríkjana í ágúst 2016. Trump var kosin í september og við vorum, sem var svona ágæti sjokk og við líka á þeim tíma þá byggum við út á Long Island sem er svona smá flís af rauðum republikanisma bara alveg upp við New York og það var svona þannig að ég var með augun svolítið mikið á bandarísku kosningunum allavega í aðdragandanum að svona endur upplifa þetta tráma með að svona reyna að undirbúa sig aðeins meira fyrir þetta en það var mjög sérstakt að líka bara svona að hitta og kynnast fólki sem kaus Trump að því að maður einhvern með annars vegar með vini sína í Brooklyn sem voru allir að kjósa rétt eða eitthvað líka og svo hins vegar með bara svona fólk sem að kynntist kannski þarna út frá sem voru bara voru rosa huggulegt og hjartahlýtt og gott fólk en var samt með alveg einhver hræðileg skilti í garðinum hjá sér það sem var verið að tala um að senda Hillary í fangelsi og allt mögulegt Þannig að Trumpistar þeir geta líka verið góð við ömmu sína eins og Já, þetta er betri við ömmu sína Þetta er allt fólk það er auðvelt að horfa eða það er auðvelt að sjá þetta bara sem einhver skrýmsli hérðan frá séð þetta er allt bara venjulegt fólk og annars að vera neitt sérfræðingur í því það verður alltaf sleið mig sem bara svona merki um það hversu mikið fólk er gjörsamlega búin að
tapa allir í trú á kerfið í Bandaríkjunum sem er náttúrulega eitthvað sem smitast líka alveg út fyrir það að það eru rauninni til í hvað sem annað en það sem það sér sem kerfið og í þeirra samfélagi þá eru bara 2 valkostir og það er bara hræðilegt og ótrúlega sorglegt að horfa upp á það en að fólk sé meira til í að bara brenna allt niður heldur en að þú veist treysta kerfinu sem til staðar sko. Og þetta er svolítið breyting við tölum Bandaríkin að demokrataflokkurinn birtist sem flokkur sem að viðhalda samfélaginu svona sirka eins og á meðan að republikanar vilja umbylta því. Þeir allavega nýta sér það. Það er það sem þeir svona setja fram einhvern veginn. Þeir halda því fram að þeir séu svona flokkur breytingana. En svo hann svo splundraður út af fyrir sig líka sko. En þeir einhvern veginn, þeir eiga aðeins auðveldra með svona að falla í raðirnar sko. Þú veist, halda því fram að það er eins og að sé stundum eins og að sé aðeins auðveldra fyrir þá einhvern veginn að svona semja frá sér vissa hluti sko, og gera einhverja svona málamiðlanir sem við getum ekki hugsað okkur, skilur við. Til að ná einhverjum mikilvægari markmiðum. Já, til að ná einhverjum mikilvægari markmiðum og kannski er það einmitt af því að það er kannski ekki svona, það er kannski mun ekki jafn langt aftur, skilur við, eftir þegar það kemur að því að standa við orðin, sko. Það er svona, þetta er að haga meira seglum eftir vindi einhvern veginn, sko. En svo ríkisstjórn sem er verið að reyna að mynda núna, er hún að viðhalda samfélaginu svona sirka eins og það eða til að breyta því? Ég vildi vona að hún yrði til þess, ég hef nú ekki eitt það í fréttunum, en og ég læðist ekki í að stúdera flokkana rækilega fyrir kosningar, ég hef bara haft annað að gera, ég er bara vinnandi maður og og fylgist bara með svona fyrirsögnum og svoleiðis, en að ég hef heyrt það svona bara einhvern veginn á tilfinningunni, allan að fólk sem tengir Samfylkingunni og bara á Facebook daginn þá sá ég Jón Steinsson, hagfræðing, tala mikilvægi þess að fara að hlúa að innviðunum í samfélaginu. Og það væri komin svolítið tími á það, að það væri ekki núna tími til þess að nú þurftum við ekki að ná ríkissjóðu fyrir núllið. Það væru alveg hægt og hagfræðingar geta alveg bekent það að skuldir ríkissjóðs, ef að þær eru kannski helmingur af verkefni landsframleiðslu, þá er það bara í lagi, svo vex hagkerfið og þá lækkar þetta hlutfall, þannig að við þurfum að nýta allt svigrúm sem er fyrir hendi til þess að fara í verkefni sem hafa verið vanrækt, jafnvel í áratugi. Og þá erum við líka að hugsa ég ætla nú að svo sem ekki með neitt agenda þó ég sé kennari, en að passa upp á það að innviðir er ekki bara byggingar. Það er fullt af fólki sem að vinnur við óbúslega mikilvæg störf bara í heilbrigðiskerfinu og það sem að það er mikið álag líka. En þegar það kom fréttatilkynning frá fjármálaráðuneytinu að staða ríkissjóðs væri lakari heldur en að ráða fyrir gert og yrði lakara næsta ári, að þá töluðu bæði Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir að þetta væri svona svolítið áfall inn í þessa viðræður og þá hljómar svolítið eins og að megi markmiði sé að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Þannig að þær tala ekki eins og Jón Sveinsson. Nei, ég vona samt að að það að vera í jafnvægi þýðir ekki að maður þurfi að vera þetta er alveg svo að þegar menn segja að stöðuleiki er ekki það sama og árangur áfram ekkert stopp. Að því að stöðuleiki er einhvers konar jafnvægi og það að ná ríkisfjármálum í jafnvægi þarf ekki að þýða að menn ætla að reyna að ná ríkisrekstrinum upp á 0 að það að reka samfélag og reka ríkið er ekki eins og að reka kannski heimilisbókhald eða fyrirtæki. En samt mátti ráð þetta fyrra orðum að þessi staða væri þannig að nú væri kannski ekki til jafn mikið að peningum til þess að mæta kröfum Flokks fólksins, þetta hljómaði bara þannig. Þetta stóð bara yfir. Kannski er þetta í einhverjum samningaviðræðum því að þeir eru klára konur, það er engin vaf á því og það er átt að segja alveg á því held ég og mér hefur þótt að bæði á Þorgerði og Kristrúnu, þó ég hef ekki lagst djúpt í það, að það gera sjálfi grein fyrir því að það er ákveðið gangverk í samfélaginu sem að skiptir óbúslega miklu máli. Sem er? Að bara viðhalda einhverjum ákveðnum lífsgæðum og lífshamingju
sem það kerfi sem við erum svona flest svona sammála að þó að við, kannski við sem að sitja við þetta viljum kannski ganga lengra í mörgu meðan aðri vilja ganga lengra í aðra átt af því við tala nú Trump og svona, hann nú líka skoðanabræður annars staðar. Það sem við viljum bara láta kannski höfuðstöðvar Íslands og Akureyri bara stýra öllu í krafti síns auðs. Ég ekki statið þar. Ég vil heldur að við gerum þetta saman. Mér finnst það miklu svona fallegri hugsjón og svona mannvænna heldur en að við reynum að smala öllu saman í eina blokk, það sem eru 2 kranar, úr öðrum krananum kemur vatn og úr hinnum krananum kemur loðnumjöl. Þannig að allir fá vatn og prótein og það hagkvæmast, náttúrulega, það segir sér algjörlega sjálft. En ekki sérstaklega skemmtilegt. Það er ekki framtíðarsýn sem að ég vil þó svo að hægrimenn vilji hana. Ég ætla að trúa að þetta verði með öðruvísi núna. Ég held bara, efnahagsstjórnin, ég hef trúið að fjármagni verði bara deilt öðruvísi heldur en að hefur verið vegna þess að ég man bara ekki valla eftir mér í mínu lífi öðruvísi en að það hefur verið hægri öfl við með fjármálaráðuneytið og við peningastjórn í landinu. Steingrímur J var fjármálaráðherra og Oddný Harðardóttir. Að vísu, en það þú veist, að halda á þessum völdum svona lengi, það náttúrulega við stefnumótun sem óbúslega erfitt að beygja af, held ég, og líka það að því allt þetta mannanna verk. Og maður verður alltaf bara að horfa á viðkomandi manneskjur sem við erum að ráða í störf og virða fyrir okkur og velta fyrir okkur hvort að þeim treystandi og hvernig þær eru. Og þarna hafa oft verið manneskjur sem er bara koma úr þeirri samfélagsgerð að hafa aldrei skulda námsláni, það borga leigu eða þið vitið. Og þannig að ég hef einhvern veginn trú á því að þessi fjármálastjórnun verði meira niður á jörðinni og meira fyrir fólkið. Ég man einhvern tíman þá vorum við hér við þetta borð og þá var einn viðmælandi að vara verðandi þingmann við því að hlusta ekki á lobbyistana heldur fólkið. Og ég held að við sem að koma út úr tímabilið þar sem að lobbyistanir hafa bara ráðið í raun og veru öllu ferðalaginu. Og lobbyistar eru þeir sem að vinna fyrir viðvaldið að sveigja lög og reglugerðir og stjórnsýsluna og dómstólana og allt að sínu vilja. Já, og það eiginlega svolítið meinið að almenningur hefur einhvern veginn mist röddina inn á þingi og lobbyistanir tekið við. Og kannski það bara einhver þróun mjög víða. Þetta amerískt fyrirbæri líka. Já. Við sáum náttúrulega fréttir af því bara í vikunni núna með þetta morð sem var framið í New York það bara svona enn eitt dæmið hvað fólk gjörsamlega bara þetta náttúrulega, maður á náttúrulega ekki að vera að taka eitthvað svona einstæmi eins og þetta sem er einhver maður og að nýbúið að finna og það getur vel verið að hann sé með allskins dót á bakinu það maður veit ekki það en þetta er samt það sem virkilega sló mig í þessu var bara þórðargleðin. Og það er bara, fólk sem ég, þekki bara vel og býr úti, og er alls ekki opið, það var nánast að fagna, þessu morði, og þetta er bara mjög kaldri við að bara morð, náttúrulega, en það er eitthvað með svona til merkjum það hvað hlutinni eru, hvað bara fólk stendur tæft í dag og þá meira heldur en að við séum að horfa á hann einan og sér þennan mann sem framtíð þennan verkna þá er það að horfa á bara viðtökurna sem þetta fær almennt í samfélaginu það sem fólki finnst svona aðgerðir réttlætanlegar. Já, það er ekki, ég man ekki eftir svona morði sem við fengið jafn góðar viðtökur. Nei, ekki heldur Viðtökur saga þessa morðs er mjög sett okkur. Og þetta er svona, bendir á þessa gjáu sem er bara myndast á milli fólks og fjármagnseigenda og ég myndi á viðtökurnar sem að ég var við eru svo sérkennilegar finnst mér að því að það er verið að setja hann á stall þann sem er búið að Minni svolítið á þennan bíómyndina Jókerinn, fyrri myndina. Og nú var hann settur á stall vegna fegurðar sinnar myndir og hann er ekki svo myndarlegur í þeim netrýmum sem að ég þekki að, það svona slær manna eins hvernig þessi umræða þróast og hetjuvæðingin sem að fylgir og sem að, þetta er auðvitað svo framandi samfélag
að þessu leiti fyrir okkur hérna heilbrigðisþjónustan í Bandaríkjunum. En ef við erum að fjalla þetta morð, svona næstu eins og viðtökusögu, að ég meina þegar við horft á svona bíómyndir og sjónvarpsefni, þar sem eiginlega gengið út frá því að samfélagið sem við lifum innan gerspillt. Það í höndunum á einhverjum örfáum sem að fara með öll völd. Við almenningur ráðum engum hvert þetta samfélag og þetta morð bara inn í svona þann menningarheim og hann ekkert sérstakur. Þetta ekki svona, þetta frásögn sem sett inn í stúdíó framleiddar bíómyndir í Bandaríkjunum og þáttaraðir og fleira. Þannig að ég var að horfa á eitthvað, ég ekki mjög duglur að horfa á svona þáttaraðir og svona. Ég var að horfa á þetta og ég var að hugsa betur, hvers konar menning við eiginlega í? Það sem verið að búa til, öll umgjörðin, öll sagan á bakvið það gerspillt stjórnmál og bara stórkostleg svik við almenning. Lýðræðið bara farsi. Við höfum engin völd, það verið að fara bara ykkur öll fram með sínu. Þetta bara í miklu meiri hluta af öllu menningarefni sem við erum að horfa á sem kemur frá Bandaríkjunum. En svo hin hliðin á þessu þessi svakalega trú sem slæri mig alltaf sérstaklega með Bandaríkin, en mér finnst við á svolítið vegferði líka. Það þetta, ég hef gjörspillta og ofuröfli, en það líka trúin á einhvern einstakling. Einhvern Chuck Norris sem kemur Já, það þessi svona great man eða great woman theory sem talað og það eitthvað mjög bandarist við það og það eitthvað sem ég finnst mjög oft sjá hérna líka og það þessi, þú veist, í staðinn fyrir að segja sögur afskiluru samstöðumætti eða að því að fólk komið saman og þú veist, myndi liðseil til þess að breyta einhverju og hafa áhrif og svona, þú veist, koma eitthvað svoleiðis, sko. Það ekki sögurnar. Sagan alltaf einhvern einstakling sem einhvern veginn gerir einhvern verknað og það að breyta allu. Mér finnst það oft vera svona einhver svona hugsanavilla sem við erum svolítið föst í. Þetta er alltaf þessar hetjusögur sem við erum svo upptekin af, sko. Og þá þetta einstaklingur sem stígur þarna fram og tekur sér einhvern veginn hlutverki sem að líðurinn gerði í Fraklandi gagnvart aðleinum á sínum tíma. Já, kannski við í þessu sumir haldaði fram að við erum núna að lifa við tímabil hinna populísku stjórnmála. Já. Og það þýðir það ekki það að séu ykkur populistar sem að koma og skemma stjórnmálin. Öll stjórnmálin orðið meir og minna populísk. Sem að ganga út á það að flokkarnir að selja að Kristrún kemur og bjargar þessu, Inga kemur og bjargar þessu og við alla flokka, sko. Þetta ekki afleiðing af einhvers konar örvendingu bara á veraldarvísu? Það sem að ég eiginlega að stinga upp á hérna. Að við höfum eiginlega bara tapað samfélagið hrunið og við kunnum ekki að smíða það aftur. Ennum við kannski ekki. En þegar við horfum á hvað fyrri kynslóð þurfti að gera til þess að ná einhverjum öldum í holy shit, við nefnum þess ekki. Þannig að við ætlum bara að veðja annarkvort á Sigmund eða Ingu eða Kristrún eða eitthvað. Eða Trump. Ég var samt að horfa á fréttir í gær, hvað heitir gatan þar sem blokkin sem að vöruhótelið var byggt, það skóar, bláskóar eða ljárskóar munið? Já, það í Neðra Breiðholti. Já, og ég var að hugsa bara allt í einu þyrmdi yfir mig. Við búum öll í þessari blokk. Þetta akkurat það sem við erum alltaf að glíma við í raun og veru á öllum sviðum. Mér fannst ég geta bara heimfært alla baráttu umhverfis loftslags og náttúruvernd við það að við erum í blokkinni og að því eins og það var þarna skipulags sálfræðingur sem komst svo vel að orði. Hann sagði fjármagnið stýrir öllu og velferð fólks og samfélag verður bara víkja fyrir fjármagninu og þetta sama sagan allstar, alveg sama hvort að þú ert að tala bara um hálendið eða vindorkuveri í Borgarfirði eða bara fólkið í blokkinni út á Svölum. Við erum alltaf bara með vöruhótel í andlitinu og það mun rísa. Þá ætti að tala bara yfirgengilega frekju og yfirgang. Já, fjármagni bara ræður, já. Og struktúrarnir sem auðvaldsins, já, og það ekkert úrelt orð. Struktúrarnir sem eiga að passa svonalega gerist ekki. Einhvern veginn ná ekki að hindra þetta, að þetta einhvern veginn fær bara fram að ganga, þangað til að þetta rísið. Og þá ætlum við að vakna og
segja að heyru, þetta gengur nú ekki eins og augljóst að það sé búið að taka bara þarna sólarljósið af heilu íbúðunum. Þetta líka bara svo ljótt sko. Og yfirgeð þetta, þú veist, þetta svo klikkaður skali sem að þetta fær að vera þarna og okkur þetta þarna? Og tilfinningin... Ég verður myndið svolítið hissa á því að því að við segjum eins og uppbygginguna sem hérna í Vogahverfinu í Reykjavík að það verið að fasa út sko iðnaðarhverfi og færa það utar og sjálfsagt höfðan líka í ekkert of fjarlægri framtíð og svo kemur þetta þarna bara inn í Breiðholtinu. Það er bara búið að múra upp í gluggana hjá fólki og þau geta ekkert gert og það er líka eins og fyrst að tala um sko leyfisveitingar, ferlar og hérna svona allt þetta regluverk sem við höfum, svo snýst allt um það í þessu kerfi að stytta ferla, afnema eftirlitsferla, leyfisveitingar, gæðastaðla, allt þetta, þannig að flæði fjármagnsins geti bara verið sem hraðast. Við trúum því að við minnkum taumaldið á fjármagninu, þá mun það galdra fram einhver stórkostlegar breytingar sem að verða öllum til góðs og þangað til að það mun síga hér niður í Jerúsalem sem miklu betra heldur en það að við séum að þjarka það einhverju pólitísku vettvangi hversum samfélag við viljum byggja upp. Við höfum ekki að gera það. Við höfum bara að sleppa fjármagninu lausu og ég get bara lofaði því að það mun koma með miklu betri veröld, miklu betri lausnir heldur þú getur ímyndað. Þetta er náttúrulega þjóðtrúin í dag. Það er líka samt eitthvað mjög gamalt og íslenskt við þetta að svona þessi klassíska taktist að bara svona reyna að drífa hlutina í gegn og ekki spurja neitt og bara svona, þú veist, reyna að vera einhvern veginn, já, þetta er komið núna þannig þið getið ekkert sagt, sko. Það er svona gamla svona frekju taktíkin einhvern veginn, sko. Leyfa hvalveiðar og... Já, bara svona, þú veist, bara að reyna að drífa hlutina í gegn án þess að neitt taki eftir því og það hefur virkað, svo breytir samfélaginu og það er rosalega erfitt að ná því tilbaka, það er eiginlega verið þeirra vonlaust og ég meina þessi flokkar sem eru núna er ekki að fara að skrúa ofan af skattabreitingu nýfrjálsíkjárana, þeir eru ekki að vera að gera það, sko. Það er bara litið að það sé bara orðin hlutur. Það er ósennlegt en hérna en er ekki, sko, ef maður ætlar að hlusta á fólk og hérna eins og umræðan er búin að vera og kannski er minn bergmálshellir að því að ég er nú í þessu líka sko, þó ég fylgist nú eitthvað aðeins með fréttum og svona að hérna þá er þetta með samfélagsmiðlarnir mínir hallar sennilega tölur til vinstri að umræðan það sem að kannski má mörguleiti þakka bara sko eflingu og því að Sólveig Anna er mjög svona high profile og vókall í því sem að hún er að tala um eins og bara með og Stefán Ólafsson sem að hún fekk þangað inn að tala til dæmis um það hvað persónuafslátturinn hefur setið eftir að það sé óhjákvæmilegt og núna fyrst að Inga Sæland og þau eru nú komin þarna og eru í þessu að vonandi verða einhverja breytingar vegna þess að sko þó svo að Viðreisn sé í grunninn hægriflokkur þá hérna eru kjósendur undir þetta er ekki alltaf allir hægri sinnaðir og Samfylkingin er sósíaldemókratískur flokkur og hann er í eðli sínu ekki hægri flokkur þó að sé náttúrulega margt svona hægrilegt í honum ég veit ekki hvað flokkur fólksins er en ég held að það er svona að reyna að vera góður flokkur ég veit það ekki að því að hérna einhvern tímann heyrði ég held að kannski á þessari stöð að hérna stefna Flokks fólksins færi eftir því hvernig formaður er vaknað á mótana þú hefur sagt það? Nei, það var nú ekki alveg þetta er náttúrulega svona réttlætisflokkur sem að vill rétta hag ég meina ég starfaði einu sinni fyrir Öryrkjabandalagið og hérna og ég svona skil oft sko þann málflutning það er bara mjög erfitt að ná endum saman bara sem sko háskólamenntaður opinber starfsmaður ég get bara votta það bara sjálfur mér hvað þá ef að ég væri sko semst öryrki með svona takmörku ráð til þess að bjarga mér án þess að það skerði einhverja aðra tekjur og það að hafa þakki yfir höfuðið að hafa fyrir börnum að sjá og svo framvegis og sérstaklega á þessum tíma þegar það er nú að koma jól að hérna þá vona ég að sko að það hlusti á sitt bakland og sína kjósendur og hvernig fólk hefur talað að því að óskin eins og ég hef skynjað henni í samfélaginu er svo að við sko séum ekki að horfa á einhverja stórar hægrilausnir heldur að horfa á venjulegt fólk. En ef við erum bara að horfa á þetta, hvað þarf að gerast? Aðalkrafa hérna Flokksfólksins er að við hættum að skattleggja fátækt, við getum orðað þannig. Og það er náttúrulega þess að það var ekki skattur á lægstu launum, örorkulífeyri eða lægstu eftirlaunum, þangað til bara rétt undir aldamótin. Og krafan er svo að sem er náttúrulega siðlega rétt, sko. Við getum ekki tekið skatta fólki sem ákveður í mat. Það bara, ef þú ert fjármálar og það bara svona gerum maður ekki. Segjum þetta sé krafan. En til þess að leiðrétta þetta, hækka persónuafsláttinn til þess að þetta sé ekki gert, þá þarf þetta að sækja tekjur eitthvað annars þar.
þú getur gert það, en svo má ekki gleyma því að það ekki að tekjuskattur einstaklinga ekki megin tekjulind ríkisins, heldur virðisaukaskattur, heldur sé langstærsta súlan þegar sett upp, og það voðalega gaman að sjá hvernig það hvað tekjuskattur á kannski lægstu 3 tekjutíundirnar, hvað hann stórt hlutfall af því sem að koma inn í ríkiskassan, og getum við jafnvel gert einhverja hópa skatt frjálsa, alveg. Það alveg hægt að sjá. Það hægt að virðisaukaskatt? Nei, með því að hækka skattana, til dæmis að það var nú einhver tíma laður auðlega skattur, það talað auðlindagjöld sem að hafa verið ekki já, basically, það er það sem að reyna að segja. Það kannski 9 miljardar með að við hvernig þau tala. Þú vantar því, þú kannski komið 25% sem við vantar. Ég væri nú til í að láta bara Indriða Þorláksson reikna þetta út fyrir okkur og bara trúa þeim útreikningum og segja bara, hann bara Salomons Indriða dómur að því ég treysti honum alveg til þess að reikna út auðlindarentu og taka nótis að því frekar en að LIU eða SFS eða hvað það heiti núna fái sjálfdæmi í þessum málum Er ekki vopnakaupin að fara upp 90 miljardar ári? Er það ekki eitthvað sem Þórdís Kolbrún lagði fram, mann ekki alveg hvað hétt, eitthvað svona stöðuskýrsla í öryggismálum, og þá kemur fram það að krafan á NATO 2% sem að væri þá svona 97 miljardar á næsta ári. Já. Sem Ísland þó undanskilin. Nei, hún segir þannig ekki. Vanlega alltaf þegar íslenskir ráðamenn hafa sagt þetta. Þá kemur bara strax en Ísland með sérstöðu, og það var alveg frá 1949 var höfuð áhersla á það að við værum fámenn þjóð í stóru landi og gætum ekki rekið her, og þess vegna gætum við aldrei farið undir þetta, auk þess að það sem við leggjum til ósökkvandi flugmóðurskip og Norður-Atlantshafi, og þar fyrir utan að þá þyrftum við kannski ekkert svo mikið að vera að hugsa öryggismál okkar, þess að Bandaríkin skilgreina okkur að við séum á þeirra svæði, og alveg saman hvað gerist í heiminum að þá munum við koma hingað hvort sem við erum í NATO eða ekki, bla bla bla, og við þessum þurfum ekki að borga þetta. En núna skrifar hún þetta og ekki með neina fyrirvara. Og sömuleyti eins og þú ert að tala opnakaupin, það var metið, ég veit ekki hvort þið þekkið þetta, að það var aldrei fjallað það í íslenskum fjölmiðlum, en við höfum bent á það hér að á vefsíðu forseta Úkraínu kemur fram að þetta eru svolítið 25,5 miljardar sem að Bjarni var að skrifa undir á næstu 5 árum. Svo tilkynnti það í nóvember, hann ætlaði að tvöfalda þessu uppæð og það var heldur ekki rætt hvað það væri, og maður færi þess svona tilfinningu að Bjarni og Þórdís Kolbrún séu búin að beygja sig undir það að við þurfum að stórauka þessi útgjöld. Þetta sé eiginlega að tapa stríð, og þess vegna er þetta svo frjálst að deila út peningum, og það var eina fréttum vikunar var náttúrulega sem kom fram á RÚV mikla hernaðar uppbyggingu í Keflavík sem að stór hluti fólk sagði bara er herinn komin aftur, og við fréttum ekkert af því. Þannig að einhver leiti virðist það vera svona eins og að sé á meðal ráðherrana, allavega þessar tvekja, að þau séu búin að setja sig við það að við þurfum, alveg sem hvað þú heldur, það þurfum við að stórauka hernaðarútgjöldin, og við getum alveg seitt þessu peningum núna í þetta eins og hvanað. Mér finnst afskaplega margt og þar með alveg þetta stóra mál vera í þessu samfélagi þannig að það er ekki tekin lengur samfélagsumræða, það er eitthvað ákveð og síðan er það orðið og fólk verður bara undrandi eins og dátir ljósum, og þá er bara sagt hvað þetta var löngu og talað yfir mann. Það þarf að skrúa á hana þessu, hvað þarf að senda herinn aftur í burtu. Já, og mér finnst þessir tveir ráðherrar sem þú talar mér finnst þeir alltaf bregðast reiðir við og tala yfir hausamótum á fólki og svona beita svona valdboðunum, og það er mjög óþægilegt vegna þess að þetta fólk sem við ráðum í vinnu, þetta er bara starfsmenn okkar, og maður ætlast til þess að það eigi samtal við þjóðina en sé ekki valdboðandi yfir. Og það er eiginlega það sem að ég er að vona að hafa breyst, og ég ætla bara að trúa á þessar stelpur og standa bak við þær og ekki tala þær niður. Og ég held við verðum að gera vegna þess að annars er það bara Austurvöllur og kúa mikið, þið vitið, og við nennum því alltaf ekki strax. Já, ég held við verðum að hafa trú allavega í bili. Já. Það er svona, ef maður er breytingar, að þá er allavega að minnsta kosti breyting að þessi tilbúin að setja það á dagskrá að taka upp umræður við ESB aftur, saman hvað þjóðin síðan ákveður. Því að það var auðvitað tekið af þjóðin á sínum tíma að fá að segja sitt það mál, þó svo að það hefði verið lengi í þetta bara ferli
samningsferli að það sama hvað annað svona þá allavega finnst mér mikilvægt að þetta sé ekki bara í heljargreipum sjálfstæðismanna eins og það hefur auðvitað verið. En svo eitthvað að tala um að þetta var alveg rosalega kostnaðarsamt að fara af stað í þetta ferli. Að hefja viðræður eða bara, fara af stað í einhvers konar atkvæðagreiðslu var bara alveg rosalega stór peningur. Ég held að það sé fólk inn í samfélkingunni og ég held að Kristrún sé eiginlega á þeim buxunum sem að segja bara please krakkar, ekki bara að setja Evrópumál á dagskrá. Það eru nokkuð mál sem við þurfum að gera. Ef við setjum þau á dagskrá með stjórnarandstöðu SA Sigmundar og Bjarna og Viðskiptaráðs og Moggans og Essinöll og Essinöll. Já, Essinöll bara helbreik lús sko. Þannig að það er möguleiki að við getum náð einhverju í gegn ef við látum þetta vera. Þetta er eitrapeð. Ég held að þeim finnst það líka ekkert óþægilegt vegna þess að staðan akkord núna í Evrópusambandinu er ekkert mjög kræsileg. Það er mikill ágreiningur þar inni, það eru hægri öfl og svona svolítið öfgakendir flokkar sem hafa þar mjög sterk ítök. Þannig ég held að sé ólgaðar inni sem bara gott að sigla fram hjá áruna. Það er eitthvað að fara að ræða. Evrópa þurfi að ákveða hvað hún ætlar að verða. Svolítið þannig nefnilega. Já, hún er þannig á miklum tímamótum. En þetta er svona, að verður að vona, segið þið. Það sem að ég hef svona verið að senda svona út af því að mér veist allir svona verið að vona, ég spurði svona í svona könnun sko, að þá voru það bara 89% inn í einhverjum hóp sem ég var, sem að bara vildu, meira sko, það voru 89% sem að vildu þessa ríkisstjórn og töldu nýrði og svo voru ykkur sko 5% sem að vildu þessa ríkisstjórn en voru svona ekki vissum á nýrði, en það voru 95% vilja þessa ríkisstjórn og ég sagði bara, vá, hví líka svona ósk er þetta sko, og það er nefnilega stundu getur óskin verið sko hættuleg. Kannski getum við nefnt svona eins og Katrín Jakobsdóttur, svona viljin á að hún yrði forsætisráðherra var svo mikil að það kom ekkert með sko, þannig að við getum líka fengið þess að við viljum svo mikið að þessar konur myndi ríkisstjórn að það mynda kannski ríkisstjórnum ekki neitt. Þannig að mér fannst svona að vera að skipta máli, það var að segja ef við erum að byggja breytingar, þá viljum við sjá breytingar. Þú ert ekki breytingin. Stundum með breytingin ef þú breytir fólk, sko, það er náttúrulega alltaf einhvers konar breyting. Er það? Og, já, það getur alveg verið það, sko, af því að fólk hefur bara... Já, ég myndi halda það, að meðan hún var forsætisráðherra, þá var allan ríkisstjórn í 7 ár samfleytt, þessa ríkisstjórnin sem að Bjarni Benediktsson að líftími þeirra er mældur í vikum og það eru sko tengda við sko valdníðslu og spillingu. Það var spilling í ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttur. Ég var ekki að segja að það hefði ekki verið. Nei, ég er bara að segja það. En sem sagt, ríkisstjórnin sem að hún stýrði þrátt fyrir sko, þú veist, deilur og allt, ég meina þá allan að hélt hún velli og ég vola þakklátur fyrir það, þó ég hef nú ekki verið sammála því mati Katrínar að það ætti nú að halda sjálfstæðisflokknum við völd til 2017 og upp úr, að hún var forsætisráðherra í ríkisstjórninni sem að fór með okkur í gegnum COVID og svo í gegnum jarðhræringarna hérna á Reykjaneskaga þegar þetta rýma Grindavík, að það var þá allan einhver við stýrið sem að ég upplýði að ég geti treyst, þó ég kannski treysti ekki öllum og væri ekki sammála stefnumálum eða stjórnarsáttmálum eða fleiru, að þá fannst mér það allavega að skipta máli. Þannig að það hver setur... Já, í alvörunni, já. Það var ríkisstjórnin sem fórum okkur í Síldarhunnið og Vestmannaeyjagosið, Eyjafjallajökul og... En það kannski sátu þá í gegnum það, en ekki bara í 3 vikur vegna þess að Bjarni Benediktsson nefndi þess ekki. Eða hann sá að það voru hans pólitísku prívataktsmunir best að boða kosninga strax frekar en að gera hlutina. Við sjáum alveg, þú veist, verkin blasa við og þetta er ekkert út í bláinn. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta er náttúrulega Katrín að fréttum vikunar allt inni birtist Katrín í viðtali bæði á Stöð 2 og RÚV. Horfðu á það? Nei, ég horfði ekki. Jú, ég horfði það. Hvernig fannst þér? Ég horfði ekki á það, sko. Ég ætlaði að gera það, ég bara komst ekki í það, sko. Mér finnst einhvern veginn allir í hjóli í Katrínu, allt er henn að kenna, spörk mér stelpuna, mér finnst það svolítið þannig, leið og ég er alls ekki sammála henni í mjög mörgu og ég er á því að ef að Vinstri grænir hefði ekki farið í þetta samstarf 2021 að þá væri hún örugglega forseti í dag og sjálfsagt þessi flokkur ennþá lifandi og eitthvað, af því að þetta seinna kjörtímabil var bara harakiri.
og mér finnst eitt svo fallegt þegar fólk viðkennir mistök, viðkennir að rangar ákvarðanir hafa verið teknar, af því þegar það er gert og þegar það er búið, þá er einhvern veginn endurfæðing. Það gerði hún þó ekki. Það gerði hún þó ekki. Hún gerði það ekki og hún er ekki í þessu viðtölum. Nei. Hún gerði það ekki í forsetaframboðinu sem er náttúrulega svolítið skrítið. Já, og ég hefði viljað sjá bara uppgjör, en hún hefur tekið hann bólinn í hæðina í þessum viðtölum, sagði hún að hún ætlaði ekki að fara inn í að tala um pólitík og ætlaði bara að hefja sig yfir það. Og ég hefði viljað á engin neitt inni hjá neinum, en ég hefði vilja heyra uppgjör eftir af því þetta eru mögulega hörðustu tímar sem að við höfum lifað allavega sko undanfarin 7 ár sko, bara heimsögulega og allavega sko, þannig að og fyrir mér þá sko upplýði ég, og hún talar um sorgarviðbrögð þegar Vinstri grænt og ég er ekkit viss, en það voru sorgarviðbrögð fyrir mig að sjá þessi 3 öfl fara út af þingi. Það var bara, ég beigi ekkert af ennþá, en ég var alveg bara harmi slegin. Bara ég hef viljað sjá sósíalista fara inn. Það voru ekki, nei, þannig að fóru þetta ekki. Nei, en það var harmur fyrir mig samt að því ég bara trúði því að sanna færi þannig. Það var harmur fyrir mig að Píratar skildu missa allt þetta frábæra fólk og líka Vinstri grænir af því þeir einhvern veginn komu inn á lokametrum og fóru allt inn að tala um náttúruvernd aftur sem var svona einhver leitað uppruna og þar er gott fólk. Ég vildi aðalega var það að þessi 3 öfl voru einu stjórnmálaöflin með alvöru umhverfis, loftslags- og náttúruverndastefnu sem er stóra málana í dag og er auðvitað snýst jöfnuð og mannréttindi og allt mögulegt og meitlar einhvern veginn allt sem við erum berjast fyrir. Og þau eru öll farin og hinir sem eru inni og jafnvel flokkarnir sem eru núna að búa til ríkisstjórn eru nánast með fallengun í þessu máli, bara hvað var að stefnuskrár og annað. Þannig að núna býð ég bara, það er allir að sleikja sárin og ég veit það bæði hér inni og allstar, en það kemur að því að fuglinn Fönix, hann rís úr öskunni og þetta fólk þarf að fara að ræða saman og ræða við öll náttúruverndafélögin og við búum til eitthvað svona útlagstjórn. Ég var að orða það við eitthvað tímann. En er þetta ekki bara lýðræðislegt að það komi ljós að almenningur hafði bara engan áhuga á umhverfismálum? Jú, þá þurfum við bara að koma á dagskrá, því við getum ekki hægt að tala um þau. Ég held að almenningur hafa bara mikið áhuga á umhverfismálum og sjálfbærni og en síðan við séum einhvern veginn stjórnmálumhverfið þar sem að við náum ekki að tala um það sem okkur finnst mikilvægast. Ég held að bara fyrir þessar kosningar og ég held að við mér að heilta við þetta borð sem og takk fyrir umræðina því að ég fylgdist með þessu fyrir kosningar að þegar bóða þetta í kosninga með skömmu fyrir að vera gert það núna og það er kannski gert annar staðar en það er óvinnlegt hér að þá náðist kannski ekki að taka öll mál á dagskrá sem að hefði þurft að taka dagskrá fyrir kosningarnar og svona umhverfismálin svolítið þar á meðal, ég minna núna stöndum við frammi fyrir einhverju svona óheftri vindmyluvæðing og nú er það nýjasta lagseldi eða minkabúin eða hvað er núna var það að vera einhver tíma var það lagseldi, einhver tíma var það minkabú, einhver tíma var það grúp og svo eða banki og núna vindmylur og það er kannski ekki fengið mikla samfélagslega umræðu en svo ertu að tala um að það bara ætt áfram í krafti fjármagns og menn vilja bara einhvern veginn draga úr öllum hraðahindrunum, helst bara fletja úr öllum hraðahindrunum fram hjá grunnskólanum svo að vörubílarnir komist nú áfram á þokkalegum hraða klukkan 8 á mótana þegar krakkarnir eru á leiðin í skólan. Það er ástæðan fyrir því að við þurfum hraðahindrun. Þú veist það getur einhver orðið fyrir bílunum og þess vegna það þarf líka þegar við erum ákveða hvort sem það er lagseldi Seyðisfirði eða vindmyla hér eða hvað svo fram með það er alveg ástæðið fyrir því að það er settur einhver svona tafir í regluverk svo að menn fá ekki bara einhverja klikkaðar hugmyndir og framkvæða þetta en eftir því að það hefur áhrif á fólk. Kann þú að svara því úr hverju VG dó? Úr hverju VG dó? Ég veit ekki hvort ég er maðurinn til þess að svara því Ég held að hafi samt verið rosa mikið bara eitthvað svona bakslag eftir frambúðana Katrínar. Það var alltaf það sem ég upplifði mjög mikið í kringum mig í rauninni. Það var einhvern veginn fólk, kannski aftur, þegar fólk horfir alltaf á einn leiðtoga, sérstaklega að horfa á stjórnmál úr góðri fjarlægð sem ég veit að fólki hér við borð er ekki endilega að gera. Þá oft sérðu bara eina mannesku í staðin fyrir að sjá flokk og sjá þingmenn og sjá málefni. En flokkurinn var komin niður í svona 5% fyrir árið síðan. Áður en að Guðni
tilkynnti að hann fær ekki fram, ég ætla að segja að segja af sér, það ekki þar ekki? Ég kannski það líka bara eitthvað varðandi þessa hotlustu sem að finna stundum á hægri vangnum í rauninni, meðan við erum kannski á hinum endanum getum svona aðeins höfum úr fleiri vörum að velja, getum fært okkur á milli ákveðina flokka, þá upplifum maður stundum að hægri vagnum sé bara þessi stóra samheldni flokkur þarna sem að fólk til í einhvern veginn að fylgja í rauðan dauðan sko. En ég held að það sé líka mikilvægt að maður gleymi því ekki að þó svo að maður hafi verið svolítið slegin yfir því hvernig prósentunar á endanum voru, að þá hafnaði almenningur ekki alfarið þessari vinstri hugsjón, heldur í raun og veru hafnar kosningakerfið vinstri hugsjóninni, af því að það heill hópur af fólki sem fær ekki fulltrúa á þingi. En samt náttúrulega 2,3% af FG eiginlega. Það heldur rólátt. Ég seti hérna fyrir árið síðan þegar þó svo lágmarkið væri lægra. Nei, svo hvenær... reyið að mér, sko. Já, en nei, ég hef ekki gert það, sko. Nei, ekki eftir afhendu bara umhverfisráðuneyti sem var í raun og veru þeirra ljós í þessar ríkisstjórn, afhendu það, létu breyta í orkumálráðuneyti og fengu þennan grænþvottakall til að stýra því. Þannig að sko þá einhvern veginn bara fer svolítið að kvarnast upp úr fylginu mjög hratt, af því að líka vinstrið þannig að það fyrirgefur ekki á meðan að hægri gerir það. Ég held að það sé svolítið þannig sko. Og meðvirkni hvenær snýst hún upp í sko, hvenær snýst eiginlega svona skaðastjórnun upp í sjúklega meðvirkni? Kannski það bara svona einn populísku stjórnmál að það verður meiri trú á því að einhver fóringi komi og redda allu og ég meina VG trúði því og það bara, ég get bara sagt ykkur það mun aldrei ganga upp. Það er aldrei gengið upp í heiminum, í sögunni og mun ekki ganga upp hér. Þannig að VG bara fjalla á bara til einföldu bragði að leggja traust sitt, hvað sagt stundum, það sem að þú tristir á það þinn Guð. Og þau tristu ekki á skona, ég hef heyrt fólk segja hér að eitt af því sem að, við mistum eiginlega á þessum 7 árum var til dæmis kröftur í umhverfishreyfing, það var kannski ekki alveg sett á hana, en samt, enn augljósara í sambandi við friðarhreyfinguna, þar sem að samtök hernaðarandstæðingar sem svona hálfgerð undirdeldi í VG eiginlega tjáis ekkert af því að VG í ríkisstjórn og getur ekki verið í stjórnarandstöðu og sömuleyti þá bara dó það sem að þessi hreyfing þarf á að halda sko öflug sko þáttaka alls almennings og við bara töpuðum því vegna þess að þetta var populíst bara og það var treyst á því að kata myndir þetta. Já, eðli vinstrisins í raun og veru alltaf og bara jafnamenn félagshyggja, það samvinna, það ekki leiðtogdýrkun. En svo erum við allt í einu stundu fram fyrir því vor sko að forsætisráðherra ætlar að verða forseti og það svolítið nástað á valdi og það var líka held ég það sem að vera margþætt. Já, varðandi nýja ríkisstjórn. Þið voru að tala að Ingibjörg, þú ert að tala það haft eftir honum hagfræðingi í Berkeley, hann ekki komið þangað? Jú, hann var þar alltaf Jón Steinsson fyrir Ef ég hef rétt eftir honum. Þetta bara, það sem ég ætla að vitna, ef við munið til 2017, þá var myndur ríkisstjórn, Katrín Jakobsdóttir. Það sem að Ísland var svona rétt ár kútnum eftir hrunið, túristabilgjan byrjaði að koma inn og svona tilfinn og búið að gera samningana við þrotabúin, þannig að ríkissjóður stóð vel. Þessi ríkisstjórn var mynduð það að nú getum við farið og sett svolítið trukk í innviðauppbyggingu. En varð hún einhvern tímann? Nei, ég meina það var stemmingin það sem að ástæðan fyrir þessi flokkar komu saman að það var svona tilfinning fyrir að við erum ekki að fara í gegnum erfiða tíma. Við erum að fara í gegnum tíma þar sem að við munum hafa afl til þess að fara í svona smá nation building. Ég meina eftir að fara í gegnum hrunið og sumir kannski höfðu í huga að nýfrjálshyggjan hefði nú grafið undan heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og vegakerfinu og guð maður hverju ekki. Það var svona hugmyndin. Að sumuleyti erum við næstu á sama stað í dag. Það sem að þessi flokkar ætti að geta náð saman því að fjandinn hafið eins og þú og Jón að segja. Við hljóta geta saminast að fara í smá svona lagfæringar á grotnandi innviðum. Það veistu vonandi. Ég hef heyrt það við þetta borð og líka bara í símanum mínum að
semst þegar menn að tala það að verðmæti geti ekki orðið til hjá henni opinbera sem svolítið svona hægri hugsun það séu bara semst einhverjir svona öflugir frumkvölar sem geti búið til verðmæti og svo heyrði ég reyndar einhver svona brandar á en daginn, það verið gaman ef að allir þessir ofurríku menn eins og Jeff Bezos og Elon Musk við myndum bara, þeir eru bara tekið frá þeim allir þeirra öðru eru bara tekið frá þeim en þeir muni hífa þessu upp að the bootstraps og verða ríkir aftur með því að nota sitt ultra work ethic sem að gera það svona rosalega ríka það var gaman að sjá þessa tilraun í verki en ég tapa alveg þræðinum en ég að velta fyrir mér að þessi stemmingum svona endurist innviðana ég bara vera leiðilegur ég bara minni bara á að 2017 voru við nákvæmlega saman stað en þá myndi þau segja væntanlega það er nú risið hérna Landspítali og það er búið að fækka einbröðum brúrum fjóran og þau muni segja ég er ekki saman að því við erum það frekar lélegt á meðan að við verðum að reyna að byggja á Landspítala þá held ég að Danir hafi byggt allavega 7 af sömu stærð örugglega mér finnst það vera svona frekar svona eitthvað að segja já, við hérna letum harna hérna 550 tonn af steipu. Þeir myndir nú setja COVID-spilið í borðið líka. COVID-spilið, Grindavík-spilið. Ef ég var að verja þetta, mér finnst ekki að hafa gengið nú vel. Frá 2017 til COVID 3 ár. Mér finnst ekki að hafa gengið nú vel ef að svo ríkisstjórn var mynduð innviðauppbyggingu sem ég mann og ég las nú einhvern tímann á stjórnarsáttmála og hérna mér fannst það nú ekki, það nú voru mikið svona, var það? Já. Okay. En frá, hún segir einmitt, hún kallar hana í viðtalinu að frá svona í vetri 2022 þá er í raun og veru komin kergja í hennar hóp og óanægja og Bjarni hefur auðvitað sagt það líka í hans röðum hafi verið mikill þrýstingur, þetta eru mjög ólíkir flokkar og ólíkar stefnur og í raun og veru þeim haldið saman þessum flokkum einmitt eins og segir á einstaklingum en ekki á stefnum. En mér finnst þessir flokkar þarna 3 sem eru núna að tala saman að mörguleiti vera samhljóma í mjög mörgum málum. Miklu, og mér finnst það ólíkt þessari grúpu sem fór þarna af stað sem einhvern veginn snerist mannskjurnar en ekki málefnin. Og það var alltaf lögð áherslu á það, þeir muni eftir þessu, það var alltaf verið að segja okkur, það var rosalega óanægð með ríkisstjórnina og innan almennings, innan flokkana, en svo var alltaf sagt við okkur að það er svo rosa tröst samskiptin á milli formanna. Og maður veist bara, ég meina, who cares? Það snýst ekki það. Nei, hvort þau eru mataklúpi eða eitthvað. Þetta er náttúrulega verið hefði í íslenskri pólitík, allavega frá því ég komst að fullorðinsára að svona Halldór og Davíð voru, og Jón Baldvin og Davíð þar áður voru svo miklir mátar og það tröst var öllu aðra. Meira að segja þegar var ákveðið hérna stíða innrásin í Írak og menn fundi svo tóma tunnur í eyðimörkinni og því var slegið upp sem gjöreyðingavopnum á forsíðu Morgunblaðsins og ég tíði hvað. Þökk sé þessu mikla trösti þeirra manna þá hefur þetta verið svona einhvers konar hefð hér. Mér finnst voðalega lítil svoleiðis væmni í kringum þetta. Mér finnst mikil vinna verið í gangi og mér fannst traustvekjandi þegar allir þessi starfshópar fóru að sittast niður og ég held að þetta sé mjög málefnalegt. Ég held að þetta snúist málefnin. Manni sýnist það allavega og mér langar voða mikið til þess að þegar að þetta fólk tekur til starfa að það verði aðeins kíkt á hvað gerðist þarna þegar allir voru home alone og bara aðeins endur skoðaðir þeir ferlar, ég veit ekki hvort það má en ég meina til dæmis að samþykja hvalveiðar fram yfir með þess að kjörtímabil ríkisstjórnarinn sem ekki tekin við, það er galið og með 75% seiðfyrringa alveg trilltir á móti þessum eldisáformum þá er komið eitthvað fyrirbæri sem þeir kalla, og ég er alveg handviss að það er komið þrýstingur frá ráðuneyti beint á mast, því það heitir ekki leyfisveiting, heldur tillaga að leyfisveitingu, það er alveg nýtt. Þannig að ég áttur að sjá að þetta, ég bara vona að þær séu bara vonandi gengur upp og segjum að við værum að búa eitthvað til, þá myndum við svona ná saman hvað við erum sammálum og leggja höfuðáherslu á að gera það. Og við myndum þá sita á okkur með annað eða ekki. En þannig hafa ekki alltaf ríkisstjórnir verið myndaðar. Oft eru það myndaðar það að ég er hérna til þess að passa það að þú náir ekki fram hérna þess að þú vilt og ekki þú heldur. Og ég sætti mig við það að ná engu fram að því sem ég vil ef ég get stoppað það. Og þannig að það er kannski ná þær bara að stökkva yfir þennan
leik sem oft í stjórnmálunum sem náttúrulega drefið bara skaðlegt helvíti. Já, það eitur og mér finnst það einmitt ekki vera þannig núna en mér hefur oft fundist þegar að stjórnarandstaða að fara af stað að þá hafi verið sá hljómur þar já við munum auðvitað styðja góð mál en veita aðhald en núna hljóðið sem kemur þaðan bara við ætlum að veita harða stjórnarandstöð og það bara svona býtu í hverju menn ráðunir. Það uppskrift frá Davíð Oddssyni í andstöðunni í Reykjavíkurborg 1978 til 82 að vera á móti öllum málum, jafnvel góðum málum til þess að grafa undan meirihlutanum. Það sem skelfur mig svolítið í rauninni að mér finnst næstum eins og þessar kosningar að stjórnmálamennir einhvern veginn túlki þar á þann veg að þau séu núna með umboð til þess að tala ekki umhverfismál upp að einhverju markmiði bara því að það var einhvern veginn bara sýnt af kosningunni og að þú veist ég í umhverfismál stýrði mjög mikið mínu atkvæði sem féll niður dautt og kannski það einhvern veginn af því að ég á ekki jafn erfitt og einhver sem bara desperately að reyna að láta endum ná saman í hverju mánuð að ég get lyft mér í forréttindastöðu minni, einhver svona önnur málum til þess að einbeita mér að. En það hlýtur samt að vera það eitthvað þrot þar á bakvið ef við svona gleymum því og það ég er búin að upplifa undanfarin ár ákveðina svona örmögnun gagnvart umhverfismálum, þar sem fólk einhvern veginn það vill þetta sé á dagskrá, það vill að þessi talað þetta en þetta á helst samt ekki að breyta neinu í þú veist þeirra persónulega rými eða lífi. Og það er rosalega erfitt og bara mjög erfið umræða að snúa við að einhvern veginn að efla fólk til þess að taka þátt í þessu og taka þátt í þessu umræðu og vera til í það í rauninni og mér finnst það eitthvað sem bara hefur alveg dottið út úr umræðinni fram að kosningum og hafa svolítið leitt til þess að núna er eins og þessi opið leyfi að láta þetta vera svona eitthvað sem mætir afgangi og það hræðir mig svolítið mikið sko. Það var eitt stjórnmálmaður sem sagði við okkur að því við fórum frá Landvernd og 7 náttúruverndarsamtökum og hittum alla fulltrúa eða þá fulltrúa þeirra stjórnmálasamtöka sem vildu hitta okkur, það voru nú ekki allir vantaði þarna 3 en þeir sem vildu hitta okkur það var einn gamall þingmaður sem að sagði við okkur þegar við spurðum af hverju þessi mál ekki á dagskrá þetta eru stóru málin þá bara endaði með hann sagði þetta er stutt kosningbaráttu þetta er rosalega stór mál kannski, og svo dæst hann bara kannski er þetta bara of stórt fyrir venjulega pólitík það er svakalegt en það er samt svolítið merkilegt ég heyrði ekki, ég sá bara fyrirsögn við talum við Björgu Erlendsdóttur sem er framkvæmdastjóri Landverndar í fréttunum í dag held ég sem er föstudagurinn 13. Og þá ef ég skildi þetta rétt að þá er hann að tala það að sko einmitt sem að skiptir máli upp á sjálfbærni það skiptir ekki máli að við þurfum að búa til meiri orku fyrir orkuskiptin, heldur að forgangsraða þeirri orku sem við erum að framleiða nú þegar og mér finnst þetta svolítið sko skynsamlegt að því að í þessu kapitaliska samkerfi sem kerfi segir sem gengur alltaf út á meiri neyslu og þá skiptir einhver máli að þú notar meira og gengur alltaf meira og auðlindinar þá skiptir einhver máli þóttu flokkin meira að því við þurfum í raun og veru að mér finnst það erfitt sem bara manneskja að því að ég hef tamið mér það bara frá ég fætti 1974 þannig að ég er búin að vera nokkur ár að geta einhvern veginn ég með hennar síma og alls konar svona þú veist þetta er bara hluti að minna svona daglega mér þetta er erfitt að spóla tilbaka eða hægja á en það er samt eitthvað sem ég þarf að gera ég keyri á bensínbíl þarf ég bíl já ég þarf það neila í því kerfi sem að býður ekki upp á betri almenningssamgöngur það á sér ýmsar skýringar líka en veist, þessi mál er ekki almennilega á dagskrá og menn að þú tala að borgarlína sé það versta sem fyrir okkur hefur komið það er hérna svona hávarasta röddin í umhverfismálu hér það er nei mér finnst það skrítið en þetta er Björg var að koma að þessum fundi með orkumálar á þeirra í gær þar sem hann talar græn orku afnetara og það er það sem að þetta fólk vil kalla grænorku, það er til dæmis að dreita niður 40 vindorkuverum í Votlendi og Heiðalönd hringinn í kringu landið og sem er algjörlega óafturkræfur verknaður og þetta er kalluð grænorka og þannig að það sem hefur gerst á þessari vakt núna, þessari umhverfisvakt núna síðustu 3 ár er að það verður farið í gang alveg rosalega öflug og stór maskina af grænþvotta
húsum út allt og þar fara út fylkingabrjósti allir þessir hagsmuna aðilar. Þannig að sko, þetta alveg rosalega mikið á brattan að sækja að taka hann slag leið og við verðum að gera það og einmitt þetta að tala sko orkuskipti, við ættum að vera að tala neysluskipti. Algjörlega. En við viljum það ekki og það auðvitað alveg hægt að mæta þessu. Af hverju meitlaði stein að 80% af orkunni okkar fari í 3 erlend álver? Og hvenær var ákveðið að það þannig að eilífu amen? Og það alltaf hægt að endurskoða samninga við þessi fyrirtæki og skala niður og taka til almennings. Akkur ekki almenningur landin með forgangi raforku? Af hverju erum við nú þegar að virkja rafmynd og rusl fyrir, virkja fossa og fegur fyrir rafmynd og rusl? Það þannig. Mér finnst það svo skrítið að einhver kennisetning markaðsvæðingu sem bara kennisetning, sem bara tilbúin, trúar hugmynd, kapitalista, orð sem er gott að nota stundum, miklu svona heilagari hugmynd heldur en það að heimili og almenn fyrirtæki hafi aðgangað orku. Mér finnst það svo skrítið að einhver svona trúarbrögð fólks sem á peninga eigi að ganga öllu framar. Mér finnst það sturlað. Þú lifir í þannig heimi. Ég veit. Að þessi trúarbrögð eru ríkjandi. En mér finnst það sturlað. Og ég er með að segja þannig sjálfur, hafandi alist upp í þessum heimi, að ég reynir nú að vera svona einhvern veginn meðvitaður þó ég þykist nú ekki vera svona einhver svona Keanu Reeves í Matrixinu neitt en ég man einhvern tímann ágætur og mjög glöggur og gagnrýninn fréttamaður talaði bara einhver sem að mér fannst vera ultra hægri hugmyndir sem bara hagfræði 101 og þetta ekki hagfræði 101 hugsaði ég en mér finnst þetta að vera ríkjandi í fjölmiðlum að spurningarnar koma alltaf bara djúpt innan úr einhverju öngstræti nýfrjálshyggju. Tökum sem dæmi bara grunnskólan. Ef ég horfði bara á rekstrarreikning grunnskólans, þá sé ég bara peningarna streyma út. En ef ég var að reka samfélag, þá vildi ég ekki vera án hans. Vegna þess að hann býr til miklu meiri verðmæti út í samfélagið, heldur en nokkuð tíma kostar að reka hann. En ef ég horfi bara á rekstrarreikningin, þá það náttúrulega dautt dæmi. Ég skil ekki hvað Og núna þegar það eru þrengingar í samfélaginu þá bara í samræmi við þessi trúarbrögð viðtekið að reikningurinn velti yfir á heimilin, matkarfan hækkar, það ekki einhvern veginn, það engin svona hægt að líta það sem svo að fyrirtækin taki á sig að það sé kannski ekki hægt að greiða út sama arð þegar að samfélagið eins og það núna að það megi aðeins bara að það sé hægt að hagræða á öðrum enda heldur en bara að velta öllu yfir á neytendur. Það náttúrulega með vextina þá eru raunvexti Seðlabankans eru einhvers staðar bara í 8% af því að verðbólgan engin fyrir utan húsnæðiskostnaðinn og það 8%. Það bara hvergi veröldri sem sjáið aðra eins og maskínu sem flytur peninga frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga. Og svo fólk að borga kannski 11% raunvexti af íbúðaláni sínum sem bara sturlun en samt látið eins og þetta sé einhvern veginn þessi verið að vinna með einhver lögmál náttúrulögmál þetta óréttlátt en svona þetta bara réttlæti, það ekki hlutið af hagfræðinni sem enda ránt því að það eiginlega breyting sem orðið á hagfræði eftir hrun í heiminum það að menn verði að fást við réttlæti það ekki hægt því að annars ertu bara að búa til einhverja ógeðslega maskínu sem að mun eyða öllu lífi Við ráðum þessu. Já, en það með þetta samt ekki rætt til dæmis ég sem mann ekki eftir það var Flokkur fólksins reyndar sem vildi gagnrýna ákvarðanir Seðlabankans en aðrir bara sætta sig við þetta sem eins og þegar auðvitað verður Seðlabankinn að hækka vexti en mér finnst það ekki auðvitað Því þú ert að tala svona óréttlæti það náttúrulega stjarnfræðilegar upphæðir sem hafa verið fluttar frá þeim sem eiga lítið eða ekki neitt til þeirra sem að eiga. En nú verkalýðshreyfingin komin inn á þing allavega. Með Ragnari Þór og Kristjáni Sveinbjarnarsyni. Já. Og svo reyndar annar sem að var einsunni í verkalýðshreyfingunni sem að í Viðreisn. Það benti ykkur á þetta. En hafið trú á því? Nei, má ég tala því að þú nefndir verkalýðshreyfinguna því að eina af skemmtilegu fréttunum hefur verið virðing sem að
sveit stofnaði sem samtök félaga í veitingahúsarekstri. Og það eru hérna í þessu nýja verkefnisfélagi eru menn og konur sem annarkvort hafa rekið veitingahús eða eru systur eða í fjölskyldu þeirra sem reka veitingahús og þau náðu samningum, hérna, þetta skild fólk veitingahúsaeigendana, náðu samningum sem eru féllust á eiginlega kröfur hérna, þeirra sem reka veitingahúsin að lækka kvöldvinnuálagið, láta dagvinnuna ná til klukkan 9, 8 eða 9 á kvöldin. Laugadagar eru ekki lengur helgidagar. Þetta var gríðarlegu fögnuður þegar þessi samningar náðust. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta nú skemmtilegt mál. Þetta óþarfi. Þú veist að tala Sólveig Önnu og Já, mér finnst það nefnilega Eflingi miklu stuði. átt að segja því, sko. Þú sér líka, en þú sér bara svona, ég man eftir því að ég var mjög lengi starfsmaður í bókabúð, var í öllum bókabúðum hérna í miðbænum með hægri vinstri, árum saman, sko. Og ég man svo vel eftir þessu að því að þetta var á sama tíma, þá við vorum öll meðlimir í hérna VFR á þessum tíma, sko. Og þetta var á sama tíma og Stefán varð síðan formaður. Já, Stefán Einar. Og það kaus enginn af því að allir voru einhvern veginn, þú veist, fólk bara áttaði sig á því, allir voru að stoppa stutt og ég sé þetta einhvern veginn svona svipað, það er tækifærismennskan þarna í bara starfsfólki veitingastað sem mikið, þú veist, innflytjendur eru kannski ekki alveg komnir inn í og átta sig ekki á réttindum sínum. Þú veist, þú kemst bara upp með svona gjörning innan í ákveðnum geirum og það þá þeim mun mikilvægar að við reynum að vernda þá geira einhvern megin, skilur. Við þurfum, það er svo skelfilegt hvað það í rauninni auðvelt að fara illa með innflytjendur á Íslandi, það er ræðilegt. Íslenska kerfið virðist oft virka þannig að getur staðið nógu mikið í fæturnar, þú getur verið frekur og haft hátt og þú veist átti einn frænda, þá kemstu í rauninni, þá ekki hægt að brjóta aður upp að einhverju marki, sko. En ef þú ert ekki með þetta, þá ertu bara ekki talin með, sko. Já, mér finnst það bara frábært að Efling skyldi koma auga á þetta og blása þetta út sem stórmálið sem þetta er. Og ekki síður mikilvægt að önnur stéttarfélög, BSRB og BHM og örugglega ASI held ég líka, einhverju fleiri, það við tekið bara undir málflutninga Eflingar þarna, af því að þarna einhverju vísir að því. Þetta er merkilegt að sjá, sko, við erum einhverjum kjarasamningum og við erum alltaf siðmenntuð og alltaf, svo bara kemur eitthvað svona. Heyrðu, allt í einu bara búið að færa líflínuna aftur til, sko, 1919. Og nafnið. Já, fyrir utan það, sko. En að sem er raun og veru bara áfangi í því að tilraun til þess að byrja að skipta íslensku vinnumarkaði í tvennt, sem hann annars vegar eftir með, sko, opinbera háskólamenntaða starfsmenn sem að búa við þokkalega kjör og geta haft, sko, frí helgar og svoleiðis, sko, og svo hina sem að munu vera á einhverjum svona virðingarsamningum sem að í svona gulum verkalýðsfélögum, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem þetta er reynt að sem að búa við miklu lakari kjör og miklu verri réttindi eins og það bara, ég held að bara það að þurfi ekki að vinna á laugardögum, hafa veikindarétt, að geta sinnt börnunum sínum ef eitthvað kemur upp á. Þetta eru rosalega réttindi sem að ASI sýnir bara fyrir hver einustu jól, þá fáum við að sjá hvernig réttindabaráttan hefur verið í auglýsingum fyrir áramótin og maður gleymir í stundum þangað til að svona fréttir koma upp á yfirborðið og bara þöggs í því að einhver er vakandi að þau réttindi komu ekki baráttulaust. Það gleymist rosalega oft. Mér finnst vera í þessari svona umfjöllunum þetta, það gleymist líka að það er samkomulag í okkar samfélagi eins og í flestum löndum í kringum okkur hefur verið, og það sumstar hafa verið að brotið í gegn, að það sé best að það séu átök á vinnumarkaði og við finnum eitthvað svona form á því að gefa launafólki tækifæri á að sækja sinn rétt í samtakamætti. Þau hafi völd til þess að loka fyrirtækjum sem er náttúrulega ofbeldisaðgerð. En við verðum að hafa þau tæki til þess að fá hér heilbrigðan vinnumarkað. Og þetta er svona samkomulag, kannski mikilvægasta samkomulagi sem liggur á bakvið þess samfélag sem hefur verið byggt upp hér og í flestu nágrannalöndum. En við stundum sko talað þetta eins og að svo sé ekki heyrði til þess að einhvern mann í þessum sveit tala að þeir var að berjast fyrir einstæðu móðurina sem að gæti ekki unnið kvöldvinnu og þeir vildu hækka laun hennar og líka vinna gegn óréttlæti þess að einhver úlingstrengur kæmi að vinna á kvöldinu við uppfarskinu og vera miklu hærri launum.
og þetta er náttúrulega óréttlæti sem að við í sveit þolum ekki og ég var að hugsa bara hvað er verið að útvarpa þessu sko ég bara næði ekki að þú veist, hvað er verið að stilla upp þessu sem einhverju svona lögmætri deilu í samfélaginu sko. Þú veist, en ég náttúrulega horfi alltaf á kvöldfréttir RÚV og ég bara skil ekki á hverju er ég að horfa á Netanyahu og réttlæta þjóðamorð í hverjum einasta fréttatíma er ekki hægt að segja fréttir af þjóðamorði án þess að sko Hitler kom alltaf í lokin og tali hvað þetta sé nauðsynlegt að drepa gyðinga þessi fréttastofa er náttúrulega alveg út í móa sko lituð að mörgu leiti hefur maður fundið en mér finnst svona ef maður er að grípa í vonina og ljósi í myrkrinu þá finnst mér alveg ótrúlega sterk verkefnisbaráttu hjá okkur núna sem hefur eiginlega sennilega aldrei verið mikilvægari vegna þess að við erum með mjög mikið erlendu vinnuafli og ég hef alveg heyrt harma sögurnar allt í kringum mér fólk sem vinnur í ferðaþjónustu og það er alveg það væri hægt að skrifa sko heilu bækurnar sem myndu hljóma sem ótrúverður skaldskapur það hvernig fólki hefur verið farið með fólk hérna út á landi sem að þorir heldur ekki að tala. Ég man eftir 2 stúlkum sem voru í vinnu hér í ferðaþjónustu út á landi og einhver ætlaði að láta vita aðbúnaði þeirra þær voru á einhverjum 70.000 krónum á mánuði og fengu ekki frí og látna svo í þvottahúsi og ein var látin borða afganga af diskum þær urðu alveg trítilóðar þær sögðu þú lætur ekki vita af okkar aðbúnaði vegna þess að þeirra aðstæður voru svo skelfilegar og þær voru svo brotnar og í svo viðkvæm stöðu að þær gátu ekki að fyrir þeim var þetta góðsinn staða samt og þá er einhvern veginn eiginlega okkar eina aðal stóra vopn er að hér sé alvöru verkalýðsbarátta og ég tala þegar menn eru bara að stofna sín eigin verkalýðsfélög svona. Það var ein frétt sem að, ég veit ekki hvort að þið tóku eftir að það var tengdist vinnuslýsi á byggingarstað í Svíþjóð, þar sem að var eiginlega orðin svona vitund í Evrópusambandinu og í Svíþjóð að það að gera eitthvað í þessu vegna þess að á þessum vinnustað held ég að það verið 70 verktakafyrirtæki. Það var alveg niður í 5 ættliði af undirverktökum og eiginlega ábyrgðin búin að svona gufa upp á þessu vinnustað að það hrundi þarna einhver lyfta og dóu margir og þetta var eiginlega bara allt í rannu fyrir mönnum að við, þú veist, þetta með að keyra bara áfram á arðsemi fyrirtækja og við verum alltaf að finna einhverja leið þannig að einhver getur grætt sem mest það er kannski ekki besta leiðin til þess að byggja upp samfélag Nei, það er ótrúlegt að það sé hvergi nein hugsjón að það sé annað en arðurinn sem að helga rekstur fyrirtækja að fyrirtæk hafi auðvitað samfélagslega ábyrgð líka byggingafyrirtæki matvælaverslanir sérstaklega myndi ég segja að þetta er það sem við þurfum til þess að halda öllu gangandi hérna innan samfélagsins að það er ekki bara þetta að líta á Excel-skjalið. Nei, við erum fólki í blokkinu með vöruhótelið fyrir framhangu, það er bara þannig. En ég hugsaði þegar ég var að lesa þetta Svíana og Evrópusambandið, þá hugsaði að þetta náttúrulega, þessi hugsun, hún verður svo siðspillandi út allt samfélag. Að núna erum við svona eiginlega sigla inn í svona dikkaníska tíma sem er ár kapitalismans. Það sem eru náttúrulega svona stórgrossarar sem ráða miklu. En það var meira í sögunum hans Dickens, sem var það að mér áskotaðist eitthvað peningur og ég keypti þarna eitthvað auka íbúð og leigði þér og okkur leigu og allt í einu eru við í svona ástandi þar sem allir eru að græða á öllum Ég fer og borða hamborgara og skemmtilega að vera aðeins ódýrari þannig að vera þetta svindla aðeins á uppvaskarunum þannig að það fær ekki minni laun og svona erfiðleikar milli okkar hjóna svona klassískt deilumál það hver eigi að vaska upp og allt þetta og hver eigi að þrífa og þú veist ágreiningur milli kynjanna og við bara átsósum sem við fáum stelpu sem ég held að sé frá Keni eða eitthvað sem kemur og þrífur og við borgum henni ég held bara 2.000 kall á tímann sem langt undir og ég fór alltaf að hugsa fyrir erum við kannski bara á einhverjum bara alvarlegur stað í samfélaginu þar sem að svona þið kannast við Dickens sem er samfélag sem elur upp allt það versta sem að við briskar mannverur höfum inn í okkur og við getum, ég get alveg lofað ykkur, við getum verið ömurleg hvort við annað.
Stundu finnst mér þetta sko. Það fara afskaplega sterkt á tilfinninguna við þessa fréttir sem við erum búin að læra hvað þróunin í samfélaginu að gera allt umhverfið ómanneskjulegra. Bara á öllum sviðum og líka einmitt þegar það er vegið að náttúrunni þá er líka verið að gera umhverfið ómanneskjulegra því að við erum að tapa gæðum sem að skipta okkur máli til þess að auka velferð samfélagsins og þegar að vera að reisa blokk fyrir utan gluggann hjá þér eða hérna geymslu hvað er þetta kallað? Dótageymslu. Það er kjötvinnsla og eitthvað. Vöruhótel eða eitthvað svona. Vöruhótel Við erum stundum að svindla hvort það eru svona stela höfundaréttum og svona. Kannski þetta bara, við bara, þú veist, ekki að því að stundum þetta stilt upp sko við, svona við almenningur og svo ógnin, en kannski sko siðspillingin svolítið komin inn á milli. Því að við vitum það er sterkt í samfélaginu traust á milli fólks, en svo vantraust á stofnanir samfélagsins. Við gætum lent í því að sko þú ert að koma frá Bandaríkjunum og þú ert að sömurinn að segja þetta sem að sko vantraustið á milli fólks er orðið alvarlegt sko. Mjög alvarlegt. En svo erum við líka einhvern veginn við erum í einhverju samfélagi núna þar sem það er einhvern veginn allt í boði. Bara ef við skoðum þetta er kannski sveigurinn ef maður horfir á eins og þú veist streymisveiturnar eða Spotify eða Storytel eða álíka. Þetta er allt í boði, þú getur fengið þetta allt. Þetta er allt í boði fyrir það ef þú vilt þetta. Þú veist, þá máttu taka þetta og getur borgað fyrir það en þú veist alveg að það er einhver á hinum endanum í flestum af þessum en þú þarft en það verður einhvern veginn flóknar og flóknar fyrir okkur að kannski fórna einhverjum smá sneið af okkar lífsgæðum til þess að því að við í einhverju svona til þess að koma til móts við kannski manneskjuna á hinum endanum. Endur tökum við ekki alltaf bara, ég meina, þú ert að tala um Dickens og það má alveg bara fara inn í sko bæjarsamfélögin í byrjun síðustu aldar, síldaræventýrin, allt þetta, þessir svona höfðingjar sem átt bæinn og ég var að hugsa að þú ert að tala um sko neysluhyggjuna og RÚV til dæmis sem er auðvitað hérna í eigu okkar allra. Minnst ágætt að tala um það því við eigum fréttastofu og daginn þá dansaði þessi miðill allan daginn með svörtum föstudegi og hélt var með sérstaka frétt í fréttatímanum til þess að svona glorifisera þann viðburð. Landvernd var með bjartan föstudag sem var þú fær 100% afslátt og kaupir ekki neitt. Ég man ekki til neitt frétt það skiljið þannig að við einhvern veginn við stýrum þessum dansi, þetta er stífudansur. Við beigjum okkur undir það sem að er í markanum, þessum markaðurinn, það er rétt. Já. Þetta er bara hluti af því. Já. Og sömuleyti til það stuðningur að því að svolítið talað listamannalaun í vikunni. Að sömuleyti byrjað að færa stuðningin til þessu bókútgáfu yfir endurgreiðslu til útgefendana sem að þýðir það að bókin sem að ég veit ekki hver upphæðin sá sem að gaf út Arnald, segjum það bara eða Ævisögu Geirs Haarde eða eitthvað hann fær kannski 5 milljónir tilbaka en ég hef ekki út ljóðabók eftir þig, ég fekk ekki neitt þú veist þannig að allt í einu kerfið byrjaði að íkja markaðinn. Ég held með þess að Storytel sem er í Svíþjóð að fái styrki frá Íslenska ríkinu fyrir bókaútgáfu. Það var ekki Þórður Snær að stilla þessu upp hvað varu mörg listamannalaun í heild sinni sem fóru til Bandaríkjana fyrir True Detective seríuna sko. Það saman sko. Það var ekki 3,5 milljarður eða ekki. Já, mér finnst þið fyrir að verja Dickens aðeins og þegar ég held mikið upp á hann og það gleymist stundum með Dickens. Ég var ekki hallmæla Dickens, ég var að tala samfélag sem hann lýsti og það var þökk fyrir. En það sem var svo merkilegt við Dickens var að hann var svona á þessum tíma líka, hann var ákveðin sko snertipunktur og hann var eiginlega svona einn af fyrstu höfundunum sem var einhvern veginn lesinn bæði sko í bókasafninu í fínustofinni og bakvið sko einhvers staðar það af þjónustufólkinu líka sko þegar þú sérð sko fyrstu eintökin ég fekk að handlega eitt svoleiðis þegar ég var í háskólanum í Glasgow þú sérð fyrstu eintökin af glæstum vonum Great Expectations þau lítur út eins og teiknumyndasögur þetta er ódýr pappír með auglýsingum blátt svona blá svona indigo svona kápur sko og síðan var þetta setnaskjöfun bundið innan í, þú veist, eitthvað svona harðspjálda og sett upp í hillu í fínustofunni. Og við lesum það þannig í dag. Þetta voru náttúrulega líka tímaritt, kom út einu sinni í mánuði. En þetta var það sem er svo merkilegt við hann einhvern veginn, af því að það eru þessar lýsingar á öllu þessu. Þetta var samt snertipunktur. Þetta var eitthvað sem að stéttirnar áttu sameiginlegt upp að vissu
marki og kannski það einmitt eitthvað sem okkur kannski skortir svolítið í dag, að það eins og við séum í sittkorum heiminum svo oft sko. Það ekkert samílegt samtal. En þetta módel sem eins og þetta lýsa þetta, við erum með Netflix og við erum með Storytel og einhver hefur efna á þessu og svo erum við með Volt og getur keyptir svona bragðari út í sem svo sendur heimtíðin og kemur vantarlega ekkert mjög frosinn þangað. En þetta kerfið sko sjálfbært ef við erum svo alltaf fleiri og fleiri sem eru kannski að berjast í bökkum og munu síður hafa efni á því að kaupa sér áskriftastóritel. Ég meina eitt af það fyrsta sem að fólk gerir þegar, þú veist, maður að hækka og svo framvegis, það hættir að kaupa enska boltan eða þið vitið. Ég var með einhver tíman margar áskriftir og það fyrsta sem ég gerði því þurfti að taka til hjá mér var að fækka þessum áskriftum vegna að ég hafði ekki efni á því. Þannig að kannski þetta ekki svo sjálfbært í öndunum og að því að listamannlega mér langar svo að segja þetta upp á svona, að eins og mér finnst listamannlegin gríðarlega mikilvæg og við gleymum því ekki að við erum svo lítið málsvæði að það enginn sem ætlar að passa upp á þetta tungumál sem okkur dreymir á og við hugsum á og tölum dagstælega. Mér finnst þetta er mín mestu verðmæti, það er þetta tungumál að sá sem að fær sko mest í vasan af opinberum styrkjum fyrir ritstörf í þessu landi ritstörf Morgunblaðsins. Mér finnst þetta alltaf fyndið og sá sami haus stýrir þeirri umræðu að reyna að níða skóina fólki sem að kannski berjast í bökkum við það að búa til menningarefni sem að skiptir okkur gríðarlega miklu máli og að því grunnskólakennari. Takk. Já, ég þigg nú listamannalaun og hef gert í árafjöld og er þakklátt fyrir það eins og allir eru þakklátt fyrir launin sín, en ég mitt vinkonum mín, hún er grunnskólakennari og hún einhvern veginn orðaði þetta ágætlega einhvern tíma þegar ég var að þakka fyrir þetta og þá sagði hún já, ég kenni þessar bækur alltaf bókavörðurinn sem vinnur með mér lánar þær út, við erum á launum 12 mánuði ári en frábært að þú fegst 6 eða 9 þið vitið, þannig að viljum við halda upp í menningarlífi, það er bara þannig og við erum auðvitað með leikhús og þá er klókt að styrkja sko upphafið sem er höfundurinn. Já, það er það. Sem er reynst mjög vel. Ég hef nú bent á þetta í sambandi við styrkið til fjölmiðla og svona, við ætlum að taka þetta upp, styrkja blaðamenn frekar heldur en ritstjórn Morgunblaðsins eða Viðskiptablaðsins. Já. Þar er annað svona dæmi það að það er eins og ríkið get ekki deilt út sko styrkjunum samkvæmt einhverju mikilvægi, heldur er bara látið eins og markaðurinn ráðið því. Þannig að það er bara Mogginn og Vísir og Viðskiptablaðið fá bara sitt vegna þess að þetta hlýtur að vera eitthvað skildi vegna þess að þetta er það sem að markaðurinn helst kýs og þá er það jafnvel það að eins og í Viðskiptablaðinu þar sem að sko vægi auglýsinga, þar sem að fyrirtæki eru bara greiða inn til þess að halda þessu á lífi þessum 18 nafnlausu dálkum sem eru í Viðskiptablaðinu til þess að hallmæla öllum þeim sem taka upp baráttu fyrir almenning að það er styrt síðan tilbaka frá ríkinu 25%. Er viðmið þá magn auglýsinga? Það er bara rekstrakostnaður ritstjórnar og hann er náttúrulega í takt við það tekjuna sem að miðillinn fær. Já. Ég er nú líka bent á að þetta er ekki gott fyrir að því við sitjum hérna inni við rauðaborðið. Þetta er ekki gott kerfi fyrir vaxandi miðla af því að við á næsta ári erum að fá styrk sem er kannski 6% af ritstjórnarkostnaði á meðan að Mogginn og Viðskiptablaðið fá 25-26% af sínu kostnaði. Það er nú annað. Herðu, eini hérna því að mjög jákvæð frétt svona myndi ég halda fyrir ykkur að það var íbúar í Ölfusi komið í veg fyrir mulningsverksmiðju sem heitir Heidelberg. Smart nafn einhvern veginn. Finnst þú ekki? Heidelberg. Jómar er svo eitthvað svona menningalegt. Já, ég held að lengsta göngugata í Evrópu sé í bæ sem heitir Heidelberg og er í Þýskalandi. Mér finnst þetta alltaf frábært. Jú, en leið er ég mjög hugsi, mér finnst þetta stórkostlegt að samfélög bara nái að standa í lappirnar og vísa svona bug, en leið er ég af hverju er þetta ekki að virka á Seyðisfirði? Af hverju er MAST búið að gefa út tillögu að leyfi fyrir Það hefur ekki verið íbúakosning. Já, af því þeir nefnilega eru bara með skoðanakannanir en ekki íbúakosningu. Og ég, til dæmis, í minni sveit í Borgarfirði er 99% andstæða við vindorkuver í Norðurárdal í Flasinu og Baulufjallinu en sveitarstjórnin er að berjast á móti íbúanum. Þannig að sko, þetta er svona einhvern veginn bara
einhvern veginn á hverjum stað veldur sá áheldur, þannig að nú treystir maður einhvern veginn á að það komi alvöru umhverfisráðuneyti sem standi í lappirnar og standi með samfélagunum. Sagan hérna frammi var að Flokkur fólksins fengi umhverfisráðuneytið. Já. Það var einhver að hugsa býtu af hverju væri það? Þetta er eitthvað svona kjaftasaga sem hefur komið út úr þessari umræðu. Já, ég heyrði Samfylkingin, en ég meina engin veit. En aðalega verður að vera samtal núna og til dæmis þetta að fólk þurfi alltaf að hlaupa út á tún með bera nefana krefta á lofti til að verja nærumhverfið sitt, það gengur ekki. Og eða þá bara, við erum í blokkinni með vöruhóteli í andlitinu að það gerist. En hvernig það? Því að nú búið að vera hérna, það hefur held ég einn miðill fjallaði þetta mál öðrum fremur, það heimildin held ég. Þetta helst er líka búin að vera mjög flott umslög þetta. En þarna Þorlákshöfn er sjálfstætt sveitafélag. Seyðisfjörður það ekki. Heldur hluti af sveitafélagi sem heitir Múlaþing og það kannski skýrir einhver leyti kannski lakari stöðu íbúana þar gagnvart þessu íbúalýra. Þar ekki kosning heldur skoðanakönnun og það þarf ekki að taka mark á þeim eða hvað? Og ef það eru kosning þá er allt Múlaþing að taka þátt fyrir kosningu, ekki bara Seyðfirðingar. Það var samt gerð tilraun í Múlaþingi með að hafa svona heimastjórnir og það er heimastjórn í Seyðisfirði sem að ég næ ekki alveg á hverju hefur ekki meira með þetta að segja. En þau segi í Múlaþingi að þetta er ekki okkar ákvörðu, þetta verður ákveðið hérna í umhverfisstofnun fyrir Sunnland sem hefur leyfis byggðum mjög takmarkað aðgengja þessu. Mast. Og minnst þetta að vera svona dæmi þess að við höfum að hugsa svolítið þessar að því að vera alltaf ítandi samningu sveitafélagana og þetta vera svo skilvirt og ganga svo vel að við höfum svona dæmi endalaus það sem að gerist er að minni einingarnar tapa völdum yfir til stærri einingana. Var ekki eitthvað fólk á Húsavík sem að lokaði sundlauginni á Raufarhöfn eða eitthvað. Það ekki vera rekstrarbær eining og það var allt innu missi fólki bara eftir sameininguna missi bara sundlaugina sinna. En síðan er líka annað að það er ótrúlega ánægilegt þegar samfélögin geta bara staðið í lappir og varið sína náttúru, sitt umhverfi og sitt samfélag, bara hvernig viltu í hvers konar samfélagi og mannfélagi viltu búa í návíi við náttúru og sem eru auðvitað lífsgæði. En svo er aftur náttúra sem er ekki eins heppin og er kannski ekki, það er ekki nálagt fjölmennu samfélagi. Og hver ver hana, skiljið? Garpsdalur í Reykhólasveit, þar á að rísa vindorkuver. Þar er ekki mjög burðugt samfélagi stórt til þess að taka á því máli. Og auðveldar einhvern veginn að keyra svona verkefni í gegn. Í krafti þess að við þurfum að búa til orku til að mæta orkuskiptum sem er náttúrulega þvæla vegna sem að lengi reisa þetta vindorkuver nema að vera búin að fá kaupenda orkunni og þannig það verður alltaf nýjir aðilar sem eru kaupið þetta og þetta mun aldrei renna í orkuskiptin. Nei, við hefum nægu orku í orkuskipti, það er bara þannig en hins vegar verður biðröðin eftir orku endalaus. Hún er endalaus og bætist bara í hana og nú þegar þetta snýst bara gagnaver, það er að opna ný gagnaver, álver í Straumsvík þarf meiri orku í staðan fyrir að endursemja við þessi álver skalaði niður, það er hægt innan ramma samningana, við getum gert svo margt ef við ákveðum að endurskoða hlutina. En þessi orkuskorts umræða er því miður bara grænþvottahúsblekking sem búið að keyra algjörlega bremsulausa eins og rútu bara. Mér finnst, þetta er afskaplega handahófskennt kannski en að því að við vorum að ræða eins og listamannalaunin að mér finnst svo frábært að sjá fólk kýst þarna íbúar fá að kjósa. Þú talar hvernig fólk upp í Borgarnes sé á móti vindorkubúi að það mun ekki endilega fá að kjósa. En síðan á hverju ári samt svona þá tökum við samt rifrildi það hverju sé að fá
listamannalaun að við erum einhvern veginn að einblína þar á einhverjar svona það er ákveðin svona smellu þetta er svo smellu mikil breyt að við erum Þetta er ekki til að við höfum þjóðaratkvæðagreiðslu listamannalaun Ég læt ekki hafa það eftir mér Væri það ekki skemmtilegt að brjóta þess að umræðum listamannalaun og tala kannski bara einn veturinn rosa mikið það hvaða sveitabíli fengu styrk, rekstrarstyrk ég meina það er líka frábært Laxness var að tala um þetta að það var með stærstu listamannalaunin alltaf til sauðfjárræktar Ég held að það væri frábært ef einstakir blaðamenn myndi byrja að fá listamannalaun það myndi taka pressuna af okkur ég held að fólk getur miklu brjálað blaðamenn eru enn óvinsættir heldur en listamenn Blaðamenn pressulaunin En mér finnst það svolítið teljandi með allt sem við erum búin að tala um í dag það eru svona tvær jákvæðu fréttirnar sem eru kannski það, þú veist, viðbrögðin og hávaðin sem Efling gerði, gagvart sveit og hins vegar þessi kosning þarna gagvart Heidelberg. Þetta eru tvær fréttir þar sem að við sjáum, þú veist, að það var haft hátt og nóg hátt til að stoppa hlutina áður en var þetta bara svona drífa þá í gegn eins og að gert með skemmuna sem þýddi að það var einhver sem var að fylgjast með og var vakandi fyrir okkur hinn og gat einhvern veginn vakið upp eitthvað og þetta eru bæði dæmi sem eru svona öðruvísi heldur en þessi svona populísku svona áhorf sem við erum að sjá núna. Þetta er einhver svona nafnlaus fjöldi að koma saman og koma einhverju í breytingu eða ok, kannski ekki nafnlaus. Það eru úr slíku sem að lýðræðis samfélag eru búið til, ekki úr leiðtogum. Það er svo frábært. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna hérna og slá botnin í þetta. Það er Helgi framöndan, Hólmar, Ingimar, Kristín og Björn. Kæra þakkir. Takk. Og ég ætla að þakka líka hlustundur sem stöldruð við og breyttu þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Ég ætla að minna á eins og ég ger ofta að þið hafið byggt upp dreifikerfið í samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að ykkur líkar hér. Þannig hefur við samstöðum byggst upp af góðri afspörn. Þið getið benda á að það með finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum, í útvarpinu, á 89,1 á FM á Stór Höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann. Spilarinn.is er á netinu og svo er Spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar. Allan á svo hring við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífi samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem að mér er sett að sé hlægilegt verð. Það kostar yfir 10 skall að gefa áskrifenda á mókanum. Þú getur gert áskrifendur með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir 2.500 krónur, mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í bíli, framöndan er helgi og ég sko góður helgar. Ég verð hérna aftur í fyrramálið klukkan 9 að þá er helgispjall og þá kemur til mín Linda Viljámsdóttir skáld og hvet ykkur til að hlusta á það. Annars segi ég bara góð helgi.